Donni Sigurðsson, þetta var rosalegu leikur í dag. Já, þetta var sanngjarnlegur thriller. Við áttum samt að mínum að til skilið að vinna klára annan leik. Þegar við lágum á þeim, fengum tvö alveg dauðafæri á línunni í rauninni sem björgu tvisvar. En svo aftur á móti gátu þeir klárlega að skora líka. Þeir fengu góð færi til þess að refsa okkur eftir að við vorum farnir að sækja svolítið mikið á mörgum mönnum í lokinn. Þannig að þetta var mjög sætt að þetta endaði svona, en svona heilt yfir held ég þetta hefði nú verið sanngjarnt. Donni, þeir voru eiginlega síst lakari aðilinn í fyrir hálfleik og margir sögðu hreinlega bara næstu því sanngjarnt yfir í hálfleik. Já, þeir lögðu mikið í fyrir hálfleikinn og áttu algjörlega fyllilega skilið að vera yfir. Svara sig að vegna þess að þeir nýttu sín færi en ekki við. Að fá þessi mark eftir innkast er náttúrulega hrikalega, sjálfsmark eftir innkast er náttúrulega hrikalega svekkjandi en eiginlega bara fjandan sama eftir þetta fór eins og það fór sko, en við þurfum hins vegar að gíra okkur í að dekka mennin almennilega og klára þessi atriði. Við fengum okkur nákvæmlega þessi mark hérna á Haukum eftir langt innkast þar sem við sköllum sjálfur í mark, þannig að það er leiðilegt og við þurfum að komast fyrir það en heilt yfir skora 2 mörk og vinna leikinn, það er ekki að velja við því. Birkir Heimisson, hann myndi nú rosalega á sig og nú skilar hann eftir þvílíkar vinningar þegar þessi drengur heldur í atvinnumennsku með þvílíku marki. Þetta var glæsilegt hjá hann. Já, hann er alveg frábær og þetta er ákveðlega sem hann getur gert. Það er svona ákveðni töfrar sem hann hefur í sínum skóm sem kannski ekki allir hafa. Kannski þess vegna er hann orðinn atvinnumaður í dag. Og hann spilaði nokkuð vel í dag og skilaði góðu dagsverki, en ég held að allir hafi séð á vellinum að það þósleikmennir lögðu allt í leikinn og hlupuðu uppi eða þurfti að hlupuðu uppi og hendi sér í tæklingar að þurfti og tóku á sig gul spjöld fyrir brot ef að þurfti þannig að þá uppskýrir maður eins og maður sáur og þeir lögðu allt í leikistrákanir og þeir áttu þennan sigurskilið. En það var rosalega harka í leiknum á löngu köflum. Já, klálega, og þetta eru 2 hörku góð lið og það er mikil harka í báðum og þeir takast vel á og við vissum það og þeir svo sem vissu það líka. Við Þórsarar erum engin lömb að leika sig við, þannig að það var bara vel tekið á því og það var bara henni góða. Bara fullurins? Já, svolítið átt að vera maður, það er ekkert gaman að þessu fyrir sig. En svo kemur Jóhann Helgi Hannesson og þvílíkt harka sem hann sýndi í lokinn við að klára og koma okkur yfir. Jóhann skorar alltaf mörk og ef ekki segja að hann sé komin í gang að skora, hann er búinn að spila ágætlega en núna skoraði kallinn og það er bara frábært að fleiri sé að skora og eins og Birkir og Jói í dag, þeir voru ekki búin að skora, þannig að frábært mál. Nú er konið bara upp á toppinn og við förum við það inn í fríi að mér skilst að Akureyri verður með toppsætin 2, þannig að menn hljóta að vera mjög sáttir. Já, klálega, við erum aðalega sáttir við að það er góðu stígandi og við erum að vinna þessi leikinuna. Það skiptir svo sem bara mestu máli hvar við erum þegar þetta er búið. En þetta er á góðri leið, það er að segja að það er góðu stígandi og við erum að vinna núna leiki sem kannski fyrra þá vorum við að tapa svona leikjum, ef svo má segja, það þið skilja mig sem vilja. Það er jákvætt og það er eitthvað sem við tökum klálega með okkur í frí, að það er stígandi og við erum að skila þessi hús sem við kannski skildum ekki í fyrra. Og þú ert gamall, mér skilst að þú ætlar ekki að strax konu alveg heila 3 daga í frí? Já, þeir fá 3 daga í frí, sérstaklega til þetta. Það voru 2 en ég bætti við einum. Þeir eru það klálega skilið og það er virkilega gott fyrir okkur að fá þetta frí núna því að það eru allir að verða heilir, allir mjög heilir og nema þessi 2, Gísli og Orri, en hinir eru allir að verða klárir og þeir verða klárir þá þegar fríið er búið. En þeir eru alveg klárir í fríið? Já, þeir eru nokkuð klárir í fríið sko og það er gaman að því og það verður vel úr vöndu að velja eftir fríið í hópinn og liðið því að svo eigum við náttúrulega fullt af strákum sem fóru að spila með öðrum flokk í dag sem eru allir frábærir, þannig að það verður stór hausverkur. Ég verði allt frí líklega að velta fyrir mér hvernig við höfum að klára þetta. Og farið bara valjum? Já, ef ekki að segja það bara. Donni, til hamingju og bara njótið frísins. Já, takk fyrir það. Takk.